Ég ekkert endilega Evrópusambandsinni frekar en eitthvað annað. Ég bara hort, ég myndi miklu frekar segja að ég hef verið evrusinni og þá hlynntur aðild að Evrópusambandinu sem þó raunhæfustu leiðina til þess að taka upp alþjóðlegan gjaldmiðil. En ég horfði þetta kannski til í fyrsta lagi þess veruleika að við gengum inn í Evrópska efnahagsvæðið á sínum tíma og það er alveg ljóst að það markaðsaðgengi skilað okkur mjög miklum ávinningi. Við tölum gjarnan reglugerðarfarganið, við gleymum kannski hinni hliðin á því að það er að segja að auðvitað er megin tilgangur þessa reglugerðarfargans sem slíks að það sé sömu reglur á innri markaðnum heilt yfir. Svo vitum við alveg og Draghi-skýrslan segir þannig bara berum orðum, það er búið að ganga of langt og það þarf að vinda ofan af. Við vitum það reyndar alveg líka að stór hluti af reglugerðarvandanum okkar er algjörlega heimatilbúinn. Hann er ekki Evrópuregluverkið heldur gullhúðunin okkar þar ofan á eða sjálfstæður hugdættur sem við höfum fengið og alveg misgáfulegar. Ég held að við getum alveg sagt fyrir 400.000 manna örþjóð að þá erum við með mjög þróað neytendaregluverk til verndar neytendum. Við erum með mjög þróað bankalöggjöf út af aðild okkar að sameiginlegu markaði, eitthvað sem við ekki hefðum ef við hefðum átt að móta þetta allt saman og þróa sjálf. Í sífellt vinsælli umræðu fullveldi og fullveldis framsal má við alveg segja já, við höfum eitthvað lítið framselt eða getum við sagt bara outsourcað þessari reglugerðarsetningu en auðvitað, mér finnst alltaf þessi fullveldis umræða alveg tómt bull því að þú getur bara sagt meðan að þú ræður hver þú ert og hvar þú vilt vera þá ertu með fullveldi sem þjóð að þú kjósir að vera í bandalagi með öðrum þjóðum þýðir ekki að þú ert ekki lengur fullvalda þjóð. Því þú getur líka valið að hætta því ef þið langar. Þú ert bara að meta hver eru hagsmunirnir best borgið á hverjum tíma. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/ein pæling.